Komið sæl, kæru hlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 27. júní 2025 og Bitcoin í $107.473. Og hingað mættur Björn Harðarson, vertu blessaður Björn. Sæl. Það af ýmsu að taka fyrir þáttinn í dag. Við töluðum í síðasta þætti það að við þyrftum aðeins að sjá hvernig þetta ástand í Mið-Austurlöndum myndi spilast út og ef það yrði escalation þar, þá væri erfitt fyrir okkur að sjá markaðinn fara eitthvað upp. Og það sem gerist langar mig að segja, ég held að það hafi verið bara svona sólarhringi eða eitthvað eftir upptökur eða tveimur kannski, að þá allt í einu lítur maður á markaðinn laust eftir miðnætti og Bitcoin undir $100.000, fer í hvað 98.000 eða eitthvað og í Ethereum í 22 og hvað það var verulegt verðfall á öllu markaðnum og þá höfðu Bandaríkjamenn sprengt mikið upp í Íran, reyndar eitthvað á reiki hversu mikið þeir sprengdu og hvernig það tókst, en Trump segir eitt og Pentagon segir annað. En svo í vikunni þá samið vopnahlé og markaðurinn tekur aftur við sér, þannig að við erum á Bitcoin held ég rétt með eitthvað $2.000 hærra eða eitthvað frá síðasta þætti og þannig að það svona, við ætlum að tala aðeins þetta og kannski ef við bara byrjum aðeins á þessu Björn, hvernig hvernig þú að upplifa, að sjá fyrir að þetta sé áfram að vera svona hangandi yfir markaðnum, þetta ástand, þetta baki núna, bara komið vopnahlé og við erum að horfa fram á veginn, erfitt að setja sér sterkur sem geopolítískur sérfræðingur, en við verðum að reyna. Já, og reyna bara allan að tala það út frá markaðnum, en þú veist, þetta veit maður ekkert með þetta, en ef ekki að leyfa okkur bara að vera bjartsýnir að þetta sé svona mögulega að baki, en þetta er ekki bara svona eins og með tollan á sinni tíma, hvað voru ofta svona gíska svolítið með það og þá kom eitthvað nýtt og eitthvað svona, sko, og þú veist, upp á Bitcoin að gera þetta kannski, þú veist, kannski ekki endilega áhyggja efnið, því að Bitcoin hefur, eins og sé, haldið svo, eins og við talaði í þættinum undanfarið síðast og þar síðast, eins og með þetta, með stríð og annað slíkt, sko, að áhrifin ekki lengi og svo veit maður ekki með áhrifin á altcoins, það er ekki eins og það hafi verið eitthvað svaka búm á altcoins fyrir, sko. Nei, einmitt. Og það allavega komið frá öllum þessum þremur aðilum, Íran, Ísrael og Bandaríkjunum, að nú sé vopnahlé og allir einhvern virðast uppteknir af því að mála sig upp sem einhvers konar sigurvegara. Íran, hann Khamenei, æðstiklærskur, hvað þessi titlar allir þeir lýsa yfir miklum sigri í þessu ástandi. Ég veit ekki alveg hvernig þeir ná fram þeirri túlkun. Sömuleiðis gerir Ísraela. Trump náttúrulega talar að nú sé búið að binda enda á þessa kjarnorkuógn. Pentagon segir reyndar að það hafi ekki tekið, það voru að gefa út skýrslu þar þeir segja að þeir hafa aðeins náð að hægja á þessu nokkra mánuði og ef það staðan, að ég ætla ekki að þykjast vera ykkur geopolítískur expert, en ég ætla þó að segja auðvitað myndum að vilja búa í heimi þar sem kjarnorkuvopn væri ekki til, en það ekki staðan og það eru þó nokkur ríki sem búa yfir þessum vopnum. Ég alla segi fyrir mitt leyti og ég hugsa ég tali fyrir hönd flestra að ég vil ekki sjá Íran sem eitt af þeim ríkjum sem býr yfir kjarnorkuvopnum. Nei, og ég alveg sammála og sama tíma eins og varst að tala þetta, ég trúi því líka, ég ætla bara að vera svona bjartsýnn, ég trúi því sem að við sögðum fyrir áður en Trump á kvosin að hann ekki pro-war. Nei, einmitt. Hann algjörlega hefur verið konsistent í því að hann vill frið, en hann hefur líka alltaf sagt ef nauðsyn krefur þá munum við beita hernaðarmætti og við munum beita honum að fullum þunga og ég upplifi þetta dálítið þannig og ég velti dálítið fyrir mér núna með þetta, við erum alltaf átt okkur því að Trump hefur ekki verið forseti
í nema rétt hæflega 160 daga. Já, hvað er ekki rúmið 5 mánuðir, sagði Já, ekki? Já. Já, frá 20. janúar hérna á þessu ári og sko hann alltaf hefur alltaf verið mjög kontroversial. Ég velti aðeins fyrir mér og ég meina spurningu sem ég er verið að fást við aðeins sjálfur og mig langar að varpa henni á þig. Þetta eru 2 spurningar sko. Er Trump að verða minna kontroversial? Er heimurinn að fara að venjast honum og er hann mögulega að fá NATO með sér í lið? Og ég byggi þetta á kannski líka eitthvað svona íslenskur hérna bæja sko að Þorgerður Katrín talar hann sem heillandi og einhverjum mjög óhressi við það komment en hann virðist á þessum NATO-fundi hann virðist að gengið nokkuð vel fyrir sér og hann er að ná fram með einhverjum markmiðum sem hann er búin að vera að tala lengi að þetta get ekki gengið hann til frambúðar að Bandaríkin borgi allan brúsann og já, þannig að Og kannski er þetta bara eins og við höfum líka talað um einn áður að þú veist, ég held hann sé ekki eins svona bara einhvað svona bara loose cannon eins og fólk talar um hann, að þú veist, og það er ákveðin svona consistency í mörgu hjá honum, það er bara svona eins og við töluðum einhvern mann eins og bara hann hefur beitt í bara viðskiptum, hann umdeilt, hann er mjög aggressífur í byrjun eins og bara Zelenski og þú veist NATO og með Zelenski það virðist einmitt svona þeirra samband virðist orðið miklu betra núna heldur en var menn tölum eins og það var bara einmitt og menn fóru strax svona hlaupið til hand og fóta að þetta væri allt dauðadæmt og þetta áhrif á markaði og svo framvegis nú virðist það orðið miklu betra samband þeirra á milli betra samband við NATO virðist vera Já og hann hefur gert þetta þú veist örgulega gagvart mörgu en við getum örgulega jafnvel sagt að mögulega síðan að gera það sama gagvart þarna seðlabankastjóra, hann getur verið mjög harður gagvart honum við skipta honum út og það er að reka hann tími til að skipta honum út fyrir einhvern annan og getur vel verið að gerist, en svo kemur hann á hverjum öðru tímapunkti og segir að hann er bara ágætur í sín starfi. Já, ég var aldrei að íhuga einu sinni svo mikið sem einhverja breytingar. En ástæða fyrir að við erum að tala um þetta, ástæða sko er að, þú veist, ég upplifi bara svo mikið það og ég held að það sé erfitt að vera ósammála því að það er eitthvað einn svona ókyrrð og óvissuþættir í heimsmálunum. Við erum með allavega 1 stríð enn í gangi sem er Rússland-Úkraína. Við erum með þetta sem vonandi er að baki Miðausturlöndum. Svo Palestína. Já, ekki spurning. Við erum með þessa tolla og maður finnur bara að sérstaklega fyrir svona mjög high risk on assets eins og sérstaklega aðra rafmyntir en Bitcoin það er bara voðalega erfitt fyrir þær að ná eitthvað veginn að blómstra í þessu ástandi. Þannig að þess vegna segi ég sko, þú veist, hvaða svona jarðvegur þarf að verða til þess að þær fara á flug og ég sé fyrir mér fyrir að fyrsta það þarf að verða ákveðin svona skapast ákveðin kyrrðar ástand í heiminum og maður svona velti fyrir sér, þú veist, getum við verið að sjá þannig innan seilingar. Þetta eru rosalega stóra spurningar og það eru spurðað með þeim fyrirvara að þetta getur ekki verið handa við þess sannleika sko en ég er samt forvitin að vita hvernig þú sér þetta. Já, þú veist, þetta bara kannski svara ég bara meir út á einhver svona vilja og trú svona, já meira þá vilja og þar kemur bjartsýnin inn sko. Ég svona alltaf lega mér að trúa því að það gerist, en það eru þetta fleiri hlutir sem þurfa að róast, það er ekki bara þessi stríð sem þurfa að róast, það er líka bara, þú veist, ég var að hlusta á seðlabankastjóra að tala og hann var rökstið á hverju hann ekki lækka vexti og hann segir bara tollamálin, það er ennþá óvissa hversu mikið tollamálin hafa áhrif á verðbólgu og, Trump er ekki sammálónum, hann bara segir einhverja tölu hvað er búin að hafa mikla tekjur og eitthvað sko, en þú veist, ég trúi því til að Alcons fara upp, þá þurfum við og ég held að það er því kannski dagurinn sem Alcons fer kannski virkilega á stað, það er dagurinn sem Bandaríkin lækka vexti, ekki Evrópa, ekki Ísland, þetta er Bandaríkin lækka, því þú veist, það stýrist allt í gegnum Bandaríkin, það Bandaríkin lækka vexti er, þú veist, svo framalega sem við erum á sama tíma að sjá það að þetta vopnahlið standi, þá held ég að þú veist, þetta tvennt farið saman, þá getur það verið svona það sem kemur markaðanum á stað og þá volandi fólkinu hann á úti sem ég veit ekki hvar er. Nei, og sko þá kannski til að halda áfram með markaðin er að hann
svo tölum umbúðlaust, áfram búið að vera vonbrigði, allt Já. nema Bitcoin. Og meiri sér að því við tölum síðast þetta að Bitcoin gagvart íslenskum eigundum líka ákveðin vonbrigði sem dollarin hefur lækkað svo rosalega mikið. Þannig að við erum eins og ég sé þetta, Bitcoin raunverulega ekkert svo mikið að hækka. Það bara búið að verja dálítið stöðu sína gagvart dollarnum sem búin að veikja svo mikið. Já, og má ég koma inn í þetta? Já. Þú veist, og svo annað í þessu þetta líka að það erfiðara að ætla einhvern veginn að reyna að spá fyrir út frá síðasta bullmarket og bullmarket þar áður, hvað þá þar áður sem kannski tölvöld öðruvísi. Af því að þú veist, það sem við erum að sjá rauninni eins og við talað þetta bara algjörlega keyrt áfram að kaupa allar sjóðum og fyrirtæki sem að kaupa og mikið að kaupa utan kaupalla og til dæmis, ég var að skoða hérna svona chart hérna sem kallað Bitcoin Demand Momentum sem rauninni bara eftirspurn, spot eftirspurn á kaupallum. Það er að segja, hvað mikil eftirspurn eftir hérna Bitcoin. Og það sem mér finnst bara mjög sérstakt, það í sögulegu lágmarki. Já, og til svona fyllingar til að fólk áttir sá að þeir tölum spot eftirspurn. Bara sem dæmi þegar þú kaupir Bitcoin á myntkaupum, þá ertu að kaupa spot. Það spot þó eftirspurn. Já, þá ertu það því bara þú ert að kaupa direkt Bitcoin beint af markaðnum. Þú ert ekki í einhverjum fjármálagerningum, þú ert ekki í einhverjum gírunum eða hérna einhverjum svona futures trading. Þú bara nota krónum þeirra til að kaupa Bitcoin. Eða dollaran eða eurur. Já, og þú veist, og við erum ekki að tala heldur það ekki inn í þessu þar sem að kaupallasjóðnir að kaupa og það sem að því marki sem þeir að kaupa OTC. Já, við gefum það þeir sé ekki að kaupa mest megnis ekki að kaupa þarna og þegar ég segi sögulegu lágmarki neikvætt, þú veist, þá erum við að bera saman líka bearmarket, sko. Já, pældi því. Það bara sláandi. Það sláandi. Bitcoin samt ekki að lækka, spáði þetta. Þetta eiginlega galin tölfræði að pæli, sko, að við séum en þú veist, þetta samt kemur í raun og veru alveg heim og saman við mína upplifun bara á fólki almennt að þú veist, það eins og ég svona les í stemninguna núna að langflestum alveg sama Bitcoin í dag, sko, skilur, sem eru ekki í þessu, sko. Það virðist vera, þeir sem ekki fyrir í þessu. Og þú veist, og ég ætla að leyfa mér að túlka á þann veg, bara, og sagan bakkar það alveg upp, að það mjög, mjög jákvætt, því að það enginn að segja mér að það verði áfram stemningin í 130, 140, 150 þúsund dollara Bitcoin. Þetta bara eitthvað veginn, Bitcoin fyrir 100.000 í nóvember, og það verður svaka buzz fyrir fjölmiðla, allt þetta og allir að tala þetta, já, nú var maður að koma Bitcoin, varst þú í Bitcoin, það verður svona spenna og við sjáum þetta í kaupullum allan heim og ég meina við sáum þetta mjög svart og hvítu hjá myntkaupum, gríðarleg velta, gríðarleg eftirspurn, gríðarleg fjöldi nýskráninga, svo bara einhvern venst heimsbyðin, ok, big deal, Bitcoin 100k, hvað næst, sko, og það, þú veist, og þetta svo sálfræðilegt að þetta alveg sama maður sá gerast með $10,000. Það þótti fyrst eitthvað, wow, Bitcoin yfir $10,000, svo þykir það ekkert merkilegt, en þá þarf að koma á svona nýtt level til að fá fólk virkilega til að eitthvað spyrja sig af hverju ég ekki í Bitcoin. Ég sá eitthvað 4 ára gamalt myndband með CC Binance sem var yfir Binance. Þar sem hann var að grínast fyrir 4 árum síðan, sko, þegar markaðurinn myndi fara yfir 100.000 og droppa aðeins niður fyrir að allir myndi panika og allir fannst þetta rosa fyndið og svo bara nákvæmlega þetta sem gerist raun og veru, sko, nema hvað við vorum fljótir að koma okkur aftur yfir, sko, en sko, Bitcoin dominance sem við höfum talað frekar oft ég held ég var rétt með að kannski þetta segja all time high, en það allavega í 66% sem ég hef, maður var ekki eins mikið að skoða þetta í bear market, en í ástandi þar sem það allavega ekki að tala bear marketi á Bitcoin, ég veit ekki hvort það sé að tala bear marketi á altcoins, það reyndar alveg mögulega valið, en maður aldrei sé þess að tölu áður, þess vegna þetta, ég er búin að eiga svo margar samræður við mjög reynda
kryptofjárfesta sem eru virkilega farin að klóra sér í hausnum yfir bara þessu ástandi á sérstaklega öðrum rafmyndum. Þú veist, við getum talað um Solana eða Avax eða hvað það sko. Já. En og þetta er líka svolítið vonbrigði af því að hlutabréfavísitalan í Bandaríkjunum, S&P 500, er í all time high og maður svona eitthvað veginn, þú veist, venjulega er dágótt correlation milli S&P 500 og sérstaklega altcoins, þannig að mögulega er þetta að fara að lagga, en þar kemur inn á mann sem við höfum oft rætt hérna, sem langar að ræða við þig, og við vorum nú að spjalla hérna fyrir í dag, með hann Rápal, sem hefur verið með þetta þýsis að við ættum að horfa miklu meira á 2017 bólamarkaðinn. Já, heldur en 2020. Einmitt, að hann var að rýma miklu betur þetta. Hann var náttúrulega búinn að vera að segja, og er búinn að vera að segja það í svolítið langan tíma, að bananasónið væri incoming og svo líða bara mánuðinir, þetta er ekki að gerast. Nú er hann farin að segja aftur, nei, þetta er endar líkara 2020-2021 bólamarkaðanum. Hann segir samt ennþá að þetta sé mjög líkt 2017 bólamarkaðanum, en hann segir samt jafnframt sé þetta miklu líkara 2020 heldur en 2021. Þá er hann raunin að meina, ef hann er að bara bera saman 2021 við, þá ættu að vera núna í 2021 viðmiðinu, en við erum miklu líkari 2020. Og til að vera sanngjarn, 2021 sumarið var mjög lágstæmt. Vorið hafi verið mjög gott, sumarið var lágstæmt og svo kom haustið mjög gott og svo var það toppurinn. Og hann er þá að tala núna, og til að vera sanngjarn, hann er í þó nokkun tíma talað um að við getum toppað 2026, nú er hann farin að segja bara eiginlega 100% toppurinn verður 2026 og geti þess að fara inn í annan eða þriðja ársfjórðung. Spurningi mín er þessi, Björn. Eru þetta desperate eftiráskýringar hjá manni sem er átt að sjá því að hann hefur haft rangt fyrir sér? Þú veist, maður getur örugglega séð það þannig, en ég er ekkit endilega vissum að ég sé sammála því. Þetta sér maður þetta oft, ég sé einn á Twitter sem segir að Alcon season er að koma í næstu viku og ég er búin að sjá sömu færsluna örugglega í svona 4 mánuði og ég hugsa bara dílítar, ég er ekki prófa að skora en dílítar hann öllu hinnu og svo ég sagði ykkur það og þetta er þetta eitthvað svona en þú veist, er þetta ekki samt líka bara, þú veist, við breytum hvernig við lesum þetta út frá hvernig þróun er. Við sögum það hérna í vor þegar það var að ganga mjög svona illa markaðin sem venjulega er mjög hár, þá sögum við að það gæti alveg orðið til þess að sumarið er mjög gott, sumar er ekki búið. Rétt að byrja. En þú veist, en svo getum við tekið hvað finnst þér? Ég held að einhver leyti, hann alltaf spilar sér alltaf mjög cool, þú veist, ég horfi mikið á hann og hann er að svona svara, þú veist, feedbacki sem hann er að fá að fólk er bara orðið svolítið þreytt, bara þú er búin að tala um þetta hérna í svolítið langan tíma og hann svolítið eiginlega skila bara skömmin aftur og bara þeir eru bara óþolumóð, þið skiljið ekki hvernig eignamarkaðir virka, þið verða að gefa þessu meiri tíma. Ég skynja einhver leyti sé hann alltaf svolítið frústreraður að þetta sé ekki að spilast út eins og hann var að tala. Ég skal alveg viðurkenna, ef við tala fyrir sjálf á mig, við höfum verið transparent með það hvað við erum heavily allokeraðir í altcoins, auðvitað er maður frústreraður, eða svona þannig, skilurðu, við vorum ekki að sjá fyrir okkur hérna þegar þú talaði við mig fyrir 1,5 ári síðan og Solana í 174 eða kannski 14 mánuðum síðan eða eitthvað að mér hefði fundist mjög ólíklegt og það notabenni hafa Bitcoin í 60.000 eða eitthvað svoleiðis og ef þú segir við mig að Bitcoin sé búið að nálgast það að tvöfaldast og Solana búið að droppa 20%. Já, ekki. Þú fattar mig. Maður var ekki að fjárfesta, svo maður sé bara alveg heiðalegur, þá var maður að fjárfesta mikið í allskynsmyndum sem maður heldur ennþá á í dag og maður var auðvitað ekki að fjárfesta í þeim á þeim forsendum að þetta væri að fara að spila svona út. Nei, og þú veist, ef þú hefur, væri að spurja mig, hvar verður Solana í maí-júní, ég myndi örugglega segja 400-500 og þú veist, og meira að segja það sem að svona oft bear caseið í Solana verðinu er, það
ég myndi segja lágmark 300, við erum komin allan að yfir fyrir ofan all-time hæðar, sko, bara þú veist, en menna, við getum stúdur að markaðan endalaust og velta þessu fyrir okkur, en ég er ekkit viss að sé neitt annað úti sem að getur sagt að hann gerir eitthvað betur með að spá fyrir hvernig þetta þróast eins og búið að vera þróast undanfarið. Nei, ekki spurning, sko. Og það er annar punktur, það þú talaði hann að Raúl Pal, hann hefur verið að tala mikið um þetta money supply og við höfum talað um það. Þú veist, miðað við held ég, þetta sé senkun inn á markaðin, þá ættu við að vera að hækka miklu meira út frá hvað peningamarkni umferð hefur verið að aukast á síðustu mánuðum. Einmitt. Og það virtist vera að spilast alveg þannig út, sko. Það byrjaði þannig. Ég man ekki, mér langar að segja að vera apríl, seinni hluta apríl, þá voru byrjað að sjá svolítið búm. Mér langar að segja að Solana fær í 170 og eitthvað og allt var dálítið að liftast upp, XRP fór í 260 og eitthvað, svo skömmu síðar fór í Ethereum í 2900. Þannig að þetta eitthvað svona var allt on track, en til að vera sanngjarn líka, auðvitað það er náttúrulega bara utanaðkomandi þættir sem við vorum að tala um í upphafi, sem bara búin að gera verkum að þú veist. Já, en þú veist, við reynum að vera samt svona smá jákvæður og samt nota ykkur gögn, sko, því þú veist að tala um þetta Bitcoin dominance, það þýðir að Altcoin dominance er í bara algjöru lágmarki. Þú veist, ég fór þar alveg út frá þessu Bitcoin dominance að skoða þetta svolítið. Og þá sá ég svolítið að þetta nær oft svona hæðstu tölfræðinni í prósentum í svona júni, júli og þá fer Altcoins oftast núast við. Og ætla ég fullir að það gerist núna, en minna, þú veist, við vitum það líka að það er alltaf þannig, áður en Altcoins fyrir að keyra alvöru, þá mun Bitcoin dominance hækka. Þannig að þú veist, það kemur að endanum, get ég sagt hvort það verði júli, ágúst eða september, nei, en bara það kemur. Þú fullir það fyrirlaust. Já, ég trúi því áfram, en hérna saman tíma, þú veist, trúi ég því að það verður kannski ekkit sama Altcoin season að hefur verið, eins og við höfum talað, minna, það er svo mikið að myndum hann á úti og það dreifir svo mikið, en svona fyrir þess að topp 10-20 myndir, þá, þú veist, eigum eftir að sjá, þú veist, allavega þannig að Altcoin season að því lítum til að Altcoin mun outperforma Bitcoin á einhverju tímapunkti. Manni finnst alltaf líkur á því og ég veit ekki, ég hef gert, ég man ekki hvort ég að nefnta það síðast að þetta, en ég hef búin að gera þær breytingar hjá mér að undanfæri kaup mín og ég hugsa að næstu kaup mín líka, meðan ég bara byrjar að fá meira confirmation, að þau hafa bara verið Bitcoin. Mér dettur ekki til hugar að selja þessi Altcoin, allar Altcoin stöðuna mínar eru í talsverðu mínus núna. Og auðvitað gæti maður sagt, sko, ég ætti bara að vera double down núna, einmitt þegar Bitcoin dominance er svona hátt. Mögulega ef maður væri, sko, með mjög mikið risk appetite að fara þá að selja sig úr Bitcoin að einhverju leyti og fara yfir í Altcoins. En ég skal bara viðurkenna, þú veist hvort það sé að ég er hættur eða hvað ég er núna bara, ég vil bara kaupa Bitcoin meðan ég er enn í ykkur svona óvissu ástand. Og ég sel ekki hitt, ég held á hinnu, ég er enn vongóður að það muni spilast vel út, hvort ég þurfa að bíða fram til næsta ás, má vel vera. Auðvitað er alveg partur af mér sem hugsar, þú veist, ég veit að ég hef séð það tvisvar áður hvað þetta getur breyst gígantist hratt og hvað hækkanirnar á þessum öðrum ramdum geta verið sko gigantískar á stuttum tíma. Auðvitað er partur af manni sem hugsar það og hugsar Bitcoin er kannski bara að fara topp í, ég veit það ekki, 150, 200, eitthvað, skiluru, og hitt geti átt svo miklu meira inni, Solana geti farið í 1000 eða hvað en ég viðurkenni bara, ég er svona, þetta byrja að hafa þau áhrif á mig, hvað þetta er búið að ílengjast, þetta vonbrigðis ástand, að ég treysti mér ekki lengur til að bæta í Altcoin stakki minn, það er bara til að ég sé heiðarlegur. Já, og þú veist, það eru held ég bara mjög skynsamlegt og eins og þú segir að geta séð þá allavega einhvað vera að breytast. Ég myndi segja að kannski er breytingin bara vexti lækka því að þú veist, þá gæti verið rétt í tímapunktunum þó að það sé ekki byrja að hækka. En þú veist, þetta er örugglega búin að vera rétt ákvörðun síðan bara áður en Trump kom með Trump coin.
Því þú veist, þá sáum við Einmitt. þetta dominans vera tölvöst öðru sig, það hrundi alveg þarna og retailin var svolítið í meme coins á þessum tíma og stór hluta þessu fólki bara hvarf svolítið í kjölfarið, sko. Einmitt. Og það þetta kannski vandinn í þessu, þú veist, mögulega þó við séum að svona spá eitthvað svona eða ég að pæla ef við getum fara að snúast við, þá er það sem ég var að segja áðan, ég meina, til þess að þetta snúist við, þá þurfum við hérna hinn almenni kryptó áhugamaður að fara að kaupa aftur. Já, einmitt. Og hann þarf náttúrulega líka að eiga peninga til þess að geta gert það, sko. Jú, Það líka hinn hliðin á þessu, sko. Það bara, held ég, heimsbyggðina alla, það að þrengja það að fólki fjárhagslega. Já, og það örugglega hluti af þessu ekki. Ég meina, það er engin spurning, búið að vera háir vextir út allan heim. Það hlýtur að hafa áhrif. Bara, ég meina, það ekki frekar í blöðum það að fletta, sko. Mér langar að fara aðeins yfir í nokkra fréttir, svo sem kannski ekkert mjög fréttnandi, við vorum að tala að það var bara tímaspursmál, en nú komið að því að ríkisstjóri Texas búið að skrifa undir, sem því það komið þá 3 fylki sem eru officially búin að samþykja lög Bitcoin Reserve, sem þá New Hampshire, Arizona og Texas, og þar kemur þetta aftur að það, það eitthvað veginn bara látlaust, sko, flóð af jákvæðum fréttum Bitcoin og aðrar rafmyntir. Nú var hérna frétt hvað var að lesa, Chainlink var að gera samning við Mastercard sem á eitthvað veginn að gera 3 milljörðum hérna kort af að kleift að kaupa rafmyntir beint af bálkakeðinni. Ég var ekki búin að sitja alveg í nákvæmlega hvernig mekanismin það ég bara að segja, það eitthvað, þú veist, það svo mikil gróska og þetta með Bitcoin þá, þú veist, það hérna enn meira, þannig að, já, það Já, svo var hérna hinn fréttin hérna með hérna Fannie Mae og Freddie Mac, eða ekki? Jú. Það sem að, hvað heitir þetta, US Federal Housing Finance Agency sem að búin að skipa þeim að þarna, að fara að undirbúa það, að fara að taka rafmyntir inn í sem viðurkennd eign þegar verið að skoða bara, hvað að segja, svona eins og þeir eru að fjármagna húsnæðiskaup, sko. Þetta margt finnst mér svona dálítið veik og sérstakt við þetta blásið upp sem mjög stór frétt og ég ætla ekki að gera lítið úr í þetta það örugglega, sko. En hérna, fyrir að fyrsta við erum nú ekki með sambarilegt stjórnvald hérna á Íslandi, en þetta einhvers konar, já, eins og segir, eitthvað húsnæðis fjármögnunar eftirlitsaðili og hérna regulator, en það sem líka sett að hún að maður áttar sig ekki alveg á inntækinu í, sko, ákvörðuninni sem svo að skylda og til að undirbúa að mögulega taka þetta og þeir nefna, sko, annars vegar þá sem sagt útborgun í fasteign eða þá sem handveð til að veðsetja fyrir hérna lántöku á húsnæðisköpum. Þetta þetta ennþá bara mjög óljóst að því þú veist, það kemur ekkit fram hvaða hvort það sé eitthvað ákveðnar myntir, hvort það sé bara Bitcoin eða það kemur ekki fram, þú veist, það Fartcoin eða Dogecoin eða eitthvað sem kannski ólíklegra. Já. Og 100% allavega Bitcoin og Ethereum og þessar stóru, sko. Já, en rétt á henni komið þáttinn, var ég bara einn á leiðin að hlusta smá umræðum þetta og ef ég skildi þetta rétt, þá voru þeir að segja, sko, mér sá út frá kaupallarsjóðum, þá hefur verið að taka tillit til þessara eigna, kaupallarsjóða eigna þegar í fasteignakaupum nema hérna kryptó kaupallarsjóða, þannig að þetta myndi ekki þeirra að gera það verkum að það tekið inn í þetta og þú veist, það svo sem alveg möguleiki í Bandaríkin að þetta kannski bara kaupallarsjóðir. Já, sko, þú veist, stóra fréttin sem ég les úr þessu umverulega bara þetta enn annað af þessum gríðarlega fjölda skrefa sem verið að taka, sérstaklega í Bandaríkjunum, í átt að meiri viðurkenningu að Bitcoin og rafmyntum sem viðurkenndum eignarflokki. Og athyglisvert sem ég les út úr þessu að þeir eru að byggja þessa ákvörðun á því að þeir segja hérna að einhver 20% af Bandaríkjamönnum eða 65 milljón manns eiga að minnstakosti einhverja rafmyntir, segja þeir.
og vísa í National Cryptocurrency Association sem með eitthvað 2025 skýrslu. Og svo kemur eitt sem ég finnst reyndar ekki síður áhugavert, sko, eiginlega mjög áhugavert, að þeir segja sko að 74% af rafmyntaeignum þessara 65 miljóna eru undir minna en $50,000 sem einhverjar rúmlega 6 milljónir í dag. Og það sem ég það athyglisverðasta við þetta er að það þýr þá að þá gæti að túlka öðruvísi, en að þá 26% eða rúmur fjórðungur af þessum 65 miljón manns sem þá einhverjar 16 milljónir eða eitthvað, að þeir eiga þá meir en $50,000 í rafmyndum. Mér finnst þetta að vera, ef þetta er rétt, að þú sem 16 miljón bandaríkjamenn sem eiga meir en $50,000 í rafmyndum. Þetta er ótrúlegt. Það finnst mér vera mjög, þetta er það sem ég les svona það stærsta út úr þessu, sko. Bara áttar sig stundum ekki hvað rafmyndaheimurinn er. Þetta er orðið bara gríðarlega stórt. Já. Enda ef þú ert með heildar markaðsverðar rafmynda, þráttur ef við erum að tala um að stemningin sé svona eða hins einn og eitthvað vonbrigði og hitt og þetta. Þetta er samt markaður með meir en $3,000 miljardar market cap. Já. En líka bara, þú veist, við stundum talað að, og margir segja ennþá að það er bara eina sem skiptir máli, þannig að Bitcoin hitti er ekki neitt, það verður ekki að neinu. Þetta vitum við að stór hluta af þessu mun degi út og við vitum ekki hvað mun vinna. En minna, þú veist, maður áttar sér ekki stundum hvað mikið notkun er á þessu. Minna, þú veist, ég held ég að við senda ykkur tölur í síðustu viku, þar sem með Jupiter, aggregatorinn, við getum kallað bara DEX til að einfalda þetta, það er að segja decentralized kaupöll. Dreifstýrð kaupöll. Já, stóðast ekki kaupöll, þegar þú notar það frá öðrum kaupöllum, sko, að þeir eru búin að, það sem er búið að, voljúmi sem er búið að fara í gegnum Jupiter er $1 trillion. Einmitt. Pældi í því. Einmitt. Þú veist, allar að segja þessi ekki verið að nota þetta. Einmitt. Nei. Þannig að þú veist, og þetta er tölur sem þú ert að segja, þú veist, að því maður fattar það ekki, maður finnst maður vera á stundum bara í þessu vakjúmi, þar sem við erum svona skrýtna fólki sem er að pæla í einhverjum hlutum sem engin annar er að pæla í, sko. Eða, þú veist, ekki stór hópur, það er ennþá þannig, þetta bara á Íslandi allavega, stór hluta fólki, veit ekki hvað þetta er. Já, við erum allavega ekki með 20% íslendinga í rafmyndum. Ég get alveg fullir það, sko. Þannig að Bandaríkin eru mjög framalega í þessu. Sem er mjög gott, því að manni finnst eitthvað svona margt til að hafa áhyggjur af með Bandaríkin, en mér finnst þetta allavega, þetta vekur hjá mér mikla von að þeir séu í grunninn á réttri braut. En sko, það er eitt sem við ætlum að tala um hérna núna, sem að því að við höfum verið, eða kannski aðalega ég, en þú hefur samt verið allavega ekki ósammála því, að það er sko að þessi 4 ára hringrás, hún sé mögulega að baki. Það er alltaf sem ég verið að tala um. Ég talaði um hérna, það var mjög gott viðtal við CEO-in Chris Marsalek hjá Crypto.com, þar sem hann bara fullyrti þetta. Þetta er ekki lengur svona cyclical, þar sem helmingunin, hún hrindir af stað einhverju ferli sem yfirleitt toppar einhverjum ári, 1,5 ári eftir og svo verður eitthvað æðisgengið ástand og eitthvað gigantísku toppur á verðmiðanum á öllum rafmyndum og svo taki við eitthvað svona mjög kaldur og bara brútal bear market. Þetta verði meira svona stabiliserandi growing markaður og mér finnst þetta make allt mjög mikið sens og nú er til dæmis að tala um eitt sem ég hugsa mikið það er að þú ert með svo það er svo margs konar jákvæð ferli gagnvart Bitcoin rafmyndum í gangi í Bandaríkjunum og í gangi í Washington sem er allt með svona þannig tímaramma, þetta er allt bara 12, 18, 24 pluss mánuði í ferli og þá finnst mér erfitt að sjá fyrir mér einhvers konar svona allserjar bjarnamarka á rafmyndum meðan þetta er enn bara svona, já, í ykkur miðju ferli. En eitt sem við erum búin að tala um og við erum að tala um þetta á skrifstofunni líka sem ég velti fyrir mér sem gæti fengið mig til að skipta skoðun og það er að nú eru svo mörg fyrirtæki farin að apa eftir strategy eða MicroStrategy áður það að kaupa Bitcoin
og kaupa Bitcoin jafnvel í krafti láns Já. fjármögnunar. Og þetta eru núna held ég farið með ykkur 17 fyrirtæki sem eru skráð á Nasdaq og þetta Þetta eru 130 Já, það skráð fyrirtækjum allan heim. Já, það er eitthvað svona á reiki en þetta gæti verið, ég hef alltaf verið ég skoða nokkra heimildir. 100, veit Já, ég skoða nokkra heimildir og þetta er svona 100 og þetta er svona 80 til 140 fyrirtæki sem eru skráð á markaðum heimalla. Já, og það er alltaf að bætast við. Ég meni, ég sá til mér eitthvað bara daginn hérna eitthvað norskt fyrirtæki, Green Minerals, sem voru hérna tilkynna 1,2 miljard dollara. Þetta er eitthvað svona deep sea mining firm eitthvað. Það er alltaf að bætast við, já. Og getur það verið 1,2 miljardar dollara, norskt fyrirtæki. Það er gríðarleg fjárhæð. Það stendur hérna Okay. 1,2 billion Bitcoin treasury plan this week. Wow. Það er ekkert smá. Já. Ok, en sko þar sem ástæðan fyrir ég að nefna þetta núna er að menn hafa lengi talað að það gæti verið hugsanleg kerfislæg áhætta sem fylgir fjárfestingarstefnu MicroStrategy eða Strategy af því að þeir eiga 592.000 Bitcoin sem er sko það er að nálgast 70 miljardar dollara og mikið af þessu þeir eru að gefa út skuldabréf og svona convertible bonds þar sem þú getur breytt skuldabréfunum mögulega í hlutabréf og sko ég klóra mig mikið yfir hausnum á þessu á Strategy en ég ætla samt að segja að ég hef samt minni áhyggjur af þeim þótt þeir séu með svona gríðalegt magn og það er mjög auðvelt að sjá að ef þeir myndu lenda í aðstæða sem þeir þyrftu að fara að selja Bitcoin í sitt, þeir myndu lenda í það myndi hafa gríðalega slæm áhrif á það myndi skapa gríðalegt verðfall Bitcoin. En mér sýnist þeir samt að þeir komu svo snemm inn í þetta en að byrja að kaupa þetta í $10,000, $11,000 eitthvað svoleiðis og þeir sko PNL þeirra, það er að segja óinleystur hagnaður af Bitcoin er svakalegur. Ég man ekki alveg hvað meðalverðið hjá honum er. 70.000 rúmar. Er hann samt með svo hátt meðalverð? Já, hann er búin að kaupa svo rosalega aggressíft. Hann var að kaupa 245 núna og þú sagðir 592 og ég sé að meðalverðið er 70,6. Já, ok, þannig að hann er samt í alveg, þetta er ykkur 40% hagnaður hjá honum sko. Ég sammálaður, ég hef ekkert endilega áhyggjur af þeim. En ég hef áhyggjur af hinum. Það er nefnilega vandamáli sko. Þá að hér kemur þetta, þú ert með þá 16 önnur fyrirtækja Nasdaq og mjög oft er svona tilefnið að fara þessa vegferð er að þú með rekstur sem sem skiptir ekki miklu máli fyrir hinn dæmigara, þetta hefur ekki mikið aðdráttarafl, skulum við segja, fyrir hinn dæmigara fjárfesta. Þú ert með verða hlutabréfum sem hafa jafnvel ekki hækkað í mörg ár. Einmitt, þú upplifir í einhverju svona desperate stöðu og þú hugsar okkur, hvernig gerum við okkur relevant, hvernig búið til einhvert aðdráttarafl fyrir hinn dæmigara hlutabréfafjárfesti. Jú, herðu, við förum þessa strategy leið og gýrum okkur bara eins mikið og við getum og kaupum eins mikið Bitcoin og narratív verður að Bitcoin er að fara í $500,000 og þá kaupur við okkar bréf og við munum hækka miklu meira heldur en Bitcoin. Og auðvitað er alveg til scenaríóar sem þetta gengur allt upp, að bara Bitcoin fer beina línu upp í 500.000 og allir verða ríkir, ekkert mikið vandamál. En hvað ef þú er með svona gýru fyrirtæki og Bitcoin fer til dæmis niður. Já, það kemur bara hálgerðu bearmarket. Já, sem dæmi og bara fer niður í $50,000, $60,000, eitthvað svoleiðis. Þetta geti sko eskalerað bara snjóbolta af liquidations af þessum fyrirtækjum, þar sem þau þurfa að dumpa öllu Bitcoinu sínu og þú gætir fengið eins konar, þetta gæti raun og verið sambarlegt og 22 þegar allar kaupallunar sem voru ekki með sitt á hreinu og voru vel í ólögmætum aðgerðum bak við tjöldin eða minnst okkur mjög áhættusum aðgerðum bak við tjöldin, Celsius, BlockFi, FTX sem var auðvitað kriminalt, 3 Arrows Capital og fleiri fór á hausinn með þeim afleiðingum að það þurfti að dumpa alveg gríðalegu magni af Bitcoin, Ethereum, Solana, öðru,
keyrið verði alveg svakal. Ég var ágjörð þessu. Já, þú veist, ég væri alveg til í að vera ósammálaður því að gerir þáttinu miklu skemmtilegri en ég algjörlega sammálaður þessu, ég pælti í þessu bara nákvæmlega og við höfum mjög talað nákvæmlega eins og þú segir. Ég held að þetta sé atriðið sem að getur fært Bitcoin í bear market. Já. Það gerist eitthvað kringu þetta og mér finnst svona, ég meina, það eitthvað gullæði allir að segja að gera þetta eins og segir en þú veist svona, menn að vera svona, þú veist, þetta var svo mikið svona hæp í kringum strategi svo kemur að við tölum síðasta þætti held ég Ethereum fyrirtækið sko, þeir með þess að fjallu hellingi verði bara við tilkynninguna þannig að þeir áttu vonað að það myndi bara byrja strax að keyra upp og gera það ekki. Getur það verið að þú veist, ég veit að Ethereum ekki Bitcoin, en getur það verið að mögulega að menn hafa svona farin að efast aðeins? Já. Ég sá skýrslu á VanEck sem voru að tala þetta nákvæmlega þetta sem við höfum verið að tala að hættan væri ef að sveiflur yrði meiri á Bitcoin, mikið, eða kemur bear market, þá vildi VanEck meina að mikið af þessum fyrirtækjum væri kannski ekki í stakk búin til að þola það. Já. Einmitt. Nei, þú veist. Og það sagði ykkur við mig, ég var að posta þessu á Twitter, það sagði ykkur, já, þetta er auðvitað kaupallarsjóður sem að gera þetta, hann vil auðvitað ekki að fyrirtæki sé að kaupa, en ég held að þetta sé alveg skýrsla, sko. Og þetta er bara sama við höfum verið að segja, ekki að ég segja við séum með þetta. Nei, ég er sammála, en ég held samt líka með alla svona áhættu, ég held hún sé alltaf ofmetin til lengri tíma samt sem áður vegna þess að, segjum ég vel að þetta gerist, hvað er að fara að gerast? Þú verður með mass liquidation, það kemur svaka verðfall, en ég meina hvað er svo að fara að gerast? Þá ertu bara búin að reynsa það allt út, Bitcoin er þá ef það gerist, á frábæru kaupverði og að því gefna að maður muni eigi einhvern pening þá sem maður á líklega ekki þegar maður verður búin að setja þetta allt í Bitcoin og aðra rafmyntir að þá náttúrulega er maður bara með kauptækifæri lífsins eins og maður hefði verið með 2022 en mistökum sem maður gerði þá er að maður var alltaf heavily deployaður í kryptó og nú líða 3 ár og við erum aftur með allt deployað í kryptó þannig við erum ekki þú veist, en maður lifir og maður lærir en sko vonandi já, það er endar kannski stórt en sko, þú nefnir þetta með að lækkun stýrivexta gæti keyrt aðra rafmyntir upp það er nú kannski annað atriði sem ég bind nú voni við að geti gert það líka og ég ætla að fá það aðeins til að tala það ég veit að þú er búin að undirbúa einhvern lista að töfla því að það eru helstu deadline á kaupallarsjóðum hjá öðrum rafmyndum og Bloomberg líkunar sem Bloomberg gefur á að þeir fái samþykki. Já, má ekki bara telja upp svona einhverja rafmyndir. Endilega. Ég ætla ekki endilega að segja sko eitthvað næst, ég held samt að final deadline á mörgum þeirra sé bara næsta deadline og prósentur líkunar sem að þeir Balkunas og Seifert frá Bloomberg sem eru svona taldir svona mestu kaupalla sjóða sérfræðingar segja og það er til dæmis, við byrjum bara Solana, það er 10. október og það er búist við að segja sagt að 95% líkur að það verði samþykkt 2. október Litecoin 95% líka eitthvað svona basket af körfu skiptir ekki allum máli líka það er 95% Dogecoin 90% Cardano 90% og þetta er líka október 17. og 23. Síðan er það í nóvember byrjun nóvember þá er það Polkadot, það er 90%. HBAR er 11. nóvember 90%. Þeir eru tölundar sko. Avalanche, það er 12. desember 90%. Reyndar Sui er 21.12. og það er reyndar 60%, það er alveg frekar hátala miðavelt hitt. Já, það er svona áhverð okkur það er svona mikið lægra. Gæti verið að, þú manst þetta kannski betur en ég, gæti verið að þeir séu bara minna market cap en innanvendunar nei, það passar ekki vel. En það sem getur eins og verið skýringin sem mér líkilegt, þetta er náttúrulega langnýjasta myndin af þessu myndir sem hún nefndir. Já. Og sko tokenomics eru að útgefundunir eiga svo mikið, sko, það hlýtur að vera eitthvað tengt í, sko.
Það gæti verið eitthvað svona security Það er dæmi, eitthvað eiginlega svona, 100% sko og en ok, ég ætla þó að fá að nefna, þannig að ég, þú veist, þetta, ég verð vikina, þetta gefur mér samt aldrei svona von að hugsa til þessa sko, að því að þú veist, ETF-ar fyrir það sem skilji ekki með kaupallasjóði, að þeir náttúrulega byrja allir á 0 Já. og svo bara kemur peningurinn, en ég veit út nefna að hugsa greiðskil, já, greiðskil náttúrulega, það gegn öðrumáli, þeir áttu svo mikið af Bitcoin. Já, þetta samt góðu punktur fyrir ekki að greið framherja, sko, þetta góðu punktur, að þeir byrja á 0, en fyrir, þú veist, en bæði Bitcoin og ETF var með mikla sölu upp úr greiðskilsjónum, þeir eiga ekkert mikið Solana. Nei. Þannig að það gæti verið meiri hækkun byrjun út af því, svo framalega sem frambæðis upp að, fyrir ekki það? Já, bara þú veist, að því að þú veist, til þess að skilja hvað þetta er, já, að það getur aldrei verið neikvætt, sko, vegna þess að þú veist, þú byrjar með kaupallasjóði, svo þetta er vonbrigðir eða ef innflæðið svo stendst ekki í væntingar, en þá var þetta eina sem gerist þegar það kom ekki eins mikið fjármagninn og þú held, það er engin sala til að byrja með, eins og sé með þessar undantekningu að við sáum þetta gerast með með Grayscale, með Bitcoin og Ethereum, að því að þar varstu búin að vera með sjóð sem raunlega þú gast ekki selt út Bitcoin, sast á gríðalögum ónlistum hagnaði sem sko sjóðsfélagi, en þú gast ekki selt öðru sem með einhverjum 50% discount, svo breytaðir sér yfir í ETF og þá gastu selta á bara markaðsverði. Þannig að fyrir mitt leyti þetta finnst mér svona gefa mér byrjandi bara vangi, ef þetta spilast vel út, þá gæti þetta orðið rosalegt búst fyrir altcoin markaðin. Þetta er góðu punktur sem kemur. Ég glemdi þessu bara þegar við vorum að tala um þetta, hvað getur komið þess að vaxtalækkanir. Engin spurning, þessi punktur, engin spurning að ég geti trúa því að þetta atriði, að því þú veist, ef að Solana er samþykkt, þá verður hitt og þetta er allt svipaða dagsningar og þetta þýðir ekkit endilega að þetta verður samþykkt í október, það getur þessna gert í júlí, sko. Þeir virðast í sögulega fara oft helviti nálagt loka dagsinningu sko. og þú veist, ég var reyndar til í að sjá BlackRock, að ég veit ekki hvað þetta nýju aðalega sem er búin að sækja allir sem Solana og eitthvað og fullt í XRP og fleira. BlackRock er ekki þeirra, þú veist, leið og BlackRock myndi sækja þá myndi það myndi auka þeim, hvernig er þetta þegar sóttum 500 sjóðu og fengi 1 nei? Já, einmitt. Sko, ég ætla að árum við tilkynum kynundilegs nýja skemmtilega viðbót við hana þátt, þá ætla ég að enda þetta á einum jákvæðum punkti sem er sláandi, að því við erum búin að tala svolítið neikvæða hluti, að þrátt fyrir að eftirspurnin á spot Bitcoin kaupum sé í einhverju sögulegu lágmarki, þá er samt sem áður fréttir á Cointelegraph þar sem Bitcoin long term holderar, þeir voru að bæta sögulega við sig síðustu 30 daga eða 800.000 Bitcoin sem er komið síðustu 30 daga sko. Það er eiginlega bara varla trúið þessu, en þannig að þetta er nú ekki eins og það sé bara neikvætt sko. Og það eru önnur jákvæð fréttir. Enda sérðu, þú veist, það meikar ekkert sens að sé ekkert svona í gangi. Bitcoin er í $107,000. Ef þú væri bara með sögulega lága eftirspurn á kaupendarliðinni, þá þetta væri ekkert í 107.000. Það er eitthvað, það eru þessi stóru aðilar og þessi aðilar sem búin að vera lengi á markanum, þeir vita bara, það er engin ástæð til að hafa áhyggjur, bara þú átt að kaupa í þessu boring ástandi eins og þú getur. Það er þeirra taktík. Og það eru önnur sem við getum bætt inn í þetta, svona í svipuðum toga, að þeir sem hafa verið í fyrri búlrunum hafa þekkt þessar sveiflur á verð á Bitcoin út frá því að það kemur svakalegt upp frá mænirum þegar þeir eru að selja. Sko, síðan í apríl þá eru, þú veist, mænarafyrirtæki búin að bæta við sig 4.000 bitcoinum á svona balance sheet og það er lítið að selja og jafnvel sko svona, hvað kallar, svona OG mænarar frá sem að back in the day sem eru ennþá að úti, þeir eru jafnvel að sko halda. Þannig að menn er að halda jafnvel sko meira heldur en þurfa þannig séð fyrir kostnaði, þeir eru að halda rosa mikið í svona eins og mænarar hafa trú að því að við erum ekkert í einhverjum hæðum sem að væri gott að selja núna, heldur við væri betra að halda því þetta mun fara tölvöld mikið upp. Já.
En þá komið að því að kynna þessa nýju skemmtilegu viðbót til leik sem Já, verður bókahornið okkar. Þar sem við ætlum að taka síðasta föstudag í mánuði og kynna til leiks nýja bók. Áður hún gerir þetta, þá ætlum ég að gera eitt sem verður ekki reyndar mánaðarlegur viðburður. Kannski bík. En það ég ætla að vera með sönnun á hljóði og mynd að ég stóð við mitt og gaf þér þessa treyju sem ég hef búin að vera að trassa að gefa þér. Og Já, hún hérna frá Króatíu. það var í 2 treyjur frá Króatíu. Já, Ég er bara fegin að ég hef einu sinni mætt á leik með Króatíu. Það var í Rússlandi. Þetta óvinsælasta, þú mátt gera það. Þetta líklega óvinsælasta landslið sem Íslendingar hafa spilað hann. Ég er að viðurkenna það. Ég þarf að fara að elska það. Ég hef aldrei verið hrifinn af þeim, sko. Ég held ég fær rétt með að þetta dýrasti varnarmaður sögunar. Það? Já, Manchester City. Held ég fær rétt með. Já, ég þakka þér kærlega fyrir. Ég því miður þá klúðraði ég þessu, en ég skal bæta þetta upp. En það lítið mál. En þá að stóra atriðinu, eins og segi þetta verður ekki mánaðarlegur viðburður. Hér hins vegar komið að því að kynna nýjan mánaðarlegan viðburð. Já, við völdum mánaðarlega viðburðin að við ætlum að einu sinni í mánuði að bara minnast á, kannski ekki endilega að tala mikið um það, en bara svona fyrir þá sem maður langa að lesa sér meira til, að því það er kannski grunnurinn í því að fara inn í kryptómarka, en það er að kynna sér það og eitt af því að getur að lesa bækur og við ætlum einu sinni þá mánuði ekki að tala um einhver eina bók og fyrir valinu völdum við núna þessa bók Bullish Case for Bitcoin Eftir Vijay Boyapati. Já, ég ætti að segja hvað gerir þessa bók góða. Þá myndi ég segja sko, þú veist, Bitcoin standard er svona, sem við myndum segja biblían í þessu. Hún er frekar löng og svona, þetta er frekar stutt bók, þetta er ekki rúman 100 síður, en hún tekur eiginlega bara allt fyrir, bara kjarnan í þessu, hvað Bitcoin er, fjármálaheiminn, hún tekur rauninni einhvern veginn sko alla þessa þætti inn í þetta, ertu ekki sammála því? 100%, ég fullir það að sá sem les þessa bók af svona sæmilegri einbeitingu, hann mun öðlast grundvallarskilning á öllu því sem skiptir máli til að taka réttar ákvarðanir hvað var að Bitcoin. Við pældum í 3 bókum í þetta skipti, við ekki mjög líklegt að við munum koma með hinnar síðar, en þær einmitt voru báðar þannig að þær voru svona mjög hefi í pakki og ég til dæmis eina af þeim bókum verið ekki enn búin að klára því að það er dorantur og það er svona, þetta er svo, gaman að segja frá því líka, við gáfum nokkrum af okkar svona stærstu vígstafinum þessa bók í desember 2021, ég held að þú hafi verið einn af þeim. Þú veist, bara, ég veit ekki hvað það sjáist endilega. Já, það er skrifað inn í bókina. Ég fekk hana sérst í jólagjöf 2021 frá Myndkaup. Það sem ég var skemmtilegt að ég bara var að opna hana og ég las hana 2021, var ekki búin að kíkja á hana. Að þá stendur inni 1 Bitcoin $47,000 13.12.2021. Þetta sé mín skrift. Já, og þú skrifar allan hana og ég hugsaði þetta þyrfti maður að gera, alltaf þegar maður les nýja bók, þá maður að skrifa verðið á Bitcoin þann daginn, svo getur maður að skoða þetta seinna, það eru $1 million. Einmitt. Já, þetta er ekki ekki. Já, þetta er bara held ég mjög skemmtileg viðbót og við hvetjum hlustendur til að þeir sem hafa gaman að lesa bækur, öður sumir sem vilja bara hlusta hlaður og það er líka bara gott að blessa. Ég skal viðurkenna að ég les miklu minna í dag en ég gerði áður. Já. En fyrir þá sem eru fyrir það að lesa bækur, þetta er auðlesinn bók og hún tekur á öllum grundvallaratriðum sem maður þarf að kunna skila á. Að þessu sögðu, þá þakka ég þér Björn fyrir skemmtilega þátt og góða yfirferð og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.